Maður getur sko alveg verið gáfaður þó maður ekki með stúdentspróf. Tvíhöfði. Leiðinlegu vinirnir. Leiðinlega áhugamál, leiðinlegar samræður, leiðinlegir menn, hvor á sinn hátt. Þeir eru leiðinlegu vinirnir. Blessaður, heyrðu, ég er með disk fyrir þig. Nú? Já, ég var að fara yfir gamla Spaugstofu þætti og tók upp lögin og brendi á disk fyrir þig. Takk. Hefur ég var að koma Passion of the Christ? Já, hvernig er hún? Hún er rosaleg, en maður spyr sig sko, hvar er eiginlega gleðiboðskapurinn? Já, er þetta ekki svolítið langt gengið? Jú, maður veit eiginlega ekki hvað maður á að segja sko, ég var til í að sitja málþing yfir heila helgi með helstu trúarleiðtogum landsins. Já, pældu í því maður, biskupinn og Geir Waage saman á einu málþingi. Það getur ekki klikkað. Hei, hver er uppáhalds stjórnmálamaðurinn þinn? Nú auðvitað Hjörleifur Guttormsson. Já, minn líka. Tvíhöfði, bjartur og brosandi eins og bylgjan. Bara skemmtilegri. Komdu og ringdu hér í smásálina, komdu hérna vinur minn, já. Ringdu hérna vinur minn í smásálin, ringdu hérna vinur minn í smásálin. Já, komiði sælir hlustendur góðir og velkomin hingað í smásálina. Hér á línunni hjá okkur er sérstakur maður sem við hringdum sérstaklega í hér til að taka þátt í smásálinni í dag. Og þetta er engin annar en grillkóngurinn Medister Magnús. Komdu og blessaður Medister Magnús. Já, komdu, blessaður vinnu minn. Já, hvað segir hann í dag? Jú, ég segi nú allt bara ljómandi. Já, þú ert náttúrulega byrjaður að grilla eins og Ég er að byrja núna í dag. Það er fyrst í grilldegi í dag. Og ég er byrjaður að svona snurfusa grillið og svona busta af því. Já, einmitt. Hef það í svona olíubaði. Já, og það eru, hvað, medisterpulsur? Já, ég grilla aldrei annað en medisterpulsur. Já. Það tekur í grillanum. Annað er bara rusl, sko. Já. Ég er alveg við þetta. Já. Pabbi minn elskaði medisterpulsur. Einmitt, já. Elsku blessaði gamli maðurinn. Og ég fer stundum á næjan og elleheimili. Já. Hann er alveg lokaður, pabbi minn. Hann er búinn að loka heiminn úti. Já, er það svo? Hann starir bara framfyrir sig, sko. Hann spyr ekki að neinu og hann er ekki með nein tengsl við heiminn, sko. Nei. Og ég fer svona til hans, alltaf. Já. Og þú segir honum, ég heimsæk hann alltaf, sko. Já. Og ég segi við hann, Guður hún biður að heilsa þér, pabbi minn. Hann haggast ekki, sko. Nei. Og ég svona hreyfi höndina fyrir framan augun á honum og hann er ekki að sjá nýtt, sko. Já. Svo sest ég svona grípi hjá honum, sko. Tek svona í hendina á honum. Já. Og legg hann, held bara í hendina á honum. Og svo hvísla ég svona í eyrað á honum. Pabbi minn, ég hef búinn að taka fram grillið. Og ég hef byrjað að grilla medisterpulsur, pabbi minn. Og þá sé ég, sko, þá kemur svona glamp í augun hans. Og hérna, medisterpulsur, pabbi. Elsku pabbi minn. Medisterpulsur. Og maður á grillið. Og þá færi svona líf í gamla manninn. Já. Þá fyrir hann að bara lifna við yfir honum, sko. Þá langar hann að koma og fá að vera með í garðinum. Já. Hann kemur til okkar á sumrin alltaf, þannig að þetta er svona tilfinningalega tengt hjá mér. Já, auðvitað. Og þetta eru hans uppáhaldsstundir. Þetta hef ég alltaf gert til að fá svona færa
vera líf í hann pappa minn. Já, já. Þegar hann elskaði metistelpilsur. En býtu nú við, þessi ást á metistelpulsum, hefur þetta gert að verkum að þú kannski bara borðar metistelpulsur í flest máli eða? Nei, það ger ég ekki. Nei, þetta er svona meira tilvinningalega tengt hjá mér. Og þetta er þá bara tengt við grill, eða? Þetta er tengt við grilli, sko. Ég grilla bara metistelpilsur. Eru það aldrei steiktar á pönnu hjá þér? Nei, það finnst mér að ég sprengir þær, sko. Já. Það er eina skipti sem að pabbi minn hefur lagt hendur á mig. Nó, býttu. Það var þegar hann kom að mér einu sinni. Þá fór ég inn í ískap og við áttum alltaf mjög mikið að metistelpilsum. Pabbi minn borðaði allir nýtt annað, sko. Nei, einmitt, já. Og mér langaði að gleðja hann. Og ég setti metistelpilsu á pönnu og stekti í smjöri. Já. Hann kom heim og ég sá að það var bjart yfir honum, sko. Hann fann lyktina af metistelpilsunum. Hann kom svona í eldhús og ég stóð, ég mann, svo ég gerst það í gær. Hann stóð svona og horfði svona djúpt í augun á mér, sko. Og ég sá alveg, sko, bara tárin, sko. Hann labbaði svona, hann sá pilsuna, sko, hún hafði sprungið af hitanum, safinn inn í henni hefði sprengt sig út, sko, rifið alla síðuna á henni, sko. Já. Það bara skein í holdið, sko. Og hann sló mig utan undir. Og ég fór að hágráta þarna og hann tók mér hún í fangið og þrýsti mér svona að sér og sagði mig, þetta gerur aldrei aftur, elskuðu drengurinn minn. Aldrei gera þetta aftur. Og síðan fór hann aftur í vinnuna. En býtu, þetta þýðir það þá að mér langar að þess að forvinnast inn að þú ert sem sagt að steikja þessar metistelpulsur, en eru þær ekki niður sneiddar þegar þú setur þær á grillið? Nei, ég hef þær í heilu lagi. Þú steikir pilsuna í heilu lagi? Steikir hann í heilu lagi og sprengja hann ekki. Já. Það er pappa minn. Og skerða hana þá niður? Eða... Nei, hann vil fá hana heila, sko. Hann vil fá hana heila? Ein puls á mann. Jam, það vantar ekki. Þetta segi ég við krakkarna líka. Það er hvorki meira en minna. Þú ert sem sagt byrjaður á þessu að... Já, ég er búinn að taka út grillið. Já. Það er komið hérna út á pallinn og þeir eiga það til að rispast, sko, gaskútarnir hjá þeim á bensínstöðunum. Já. Skellilega saman, sko, þannig ég málaði á alltaf, ég málaði á gula. Ég skil. Signalgulur, gaskúturinn kominn og allt, það var ekki læsilegt og... Já. Og ég er búinn að kaupa metistelpilsur og það eru góðar ferskar, sko. Já. Það eru langbestar ferskar, sko. Já, heyrðu, þetta er gaman að þessu og hérna, þetta kemur mann í svona sumar stemmingu, það er grill og það er stemming. Sumarið brosir við okkur og... Já. Og hérna ekki úr vegi að brosa á móti. Það er ekkert annað. Þetta verður að vera loka orðin, Metistel Magnús, ég þakkaði kærlega fyrir spjallið. Gleðilegt Metistel sumar. Þakkaði fyrir sömuleiðis, blessaður. Tvíhöfði, gin og tónik íslenskrar alþýðu. Halló? Já, blessaður, Bjarni frændiðinn hérna? Já, Bjarni Gunnars. Já, það er mitt. Já, blessaður. Hvað syngur í þér? Allt ljómandi fínt bara. Já, er það ekki? Jú, það er ekkert annað. En þú? Hvað segir þú gott? Allt bara ágætt. Já, eða ekki? Jú. Já, það er nú langt síðan að maður hefur heyrt í gamla frænda. Já, segðu. Ég ætlaði bara svona að heyra í þér bara. Langt síðan að maður hefur heyrt í þér. Einmitt. Já, maður vildi bara láta svona vita af sér. Það reyndar eitt sem ég langaði alltaf að spurja þig að. Já, hvað er það? Ekki mætti ég éta á þér titlingin. Nei. Nei, mér langaði bara að tjekka þig. Já. Gaman að heyri þér og ég býð kærlega að heilsa honum pappa þínum. Já, ég skila því. Já. Heldur að hann verði nokkuð til í að... Nei. Nei, einmitt. Þá segjum við það bara í bili. Gaman að heyri þér, frendi. Já.
Kæru hlustendur, búið ykkur undir Lasershow. Tvíhöfði, eini útvarpsþátturinn með Lasershow. Mamma, má ég horfa á sjónvarpið? Nei, Akkur ertu svona leiðileg, mamma? kannski vegna þess að ég er ekki mamma þín. Og hver er þessi sá? Kannski tvíhöfði. Sunnudagaskóli Tvíhöfða. Terminator hittir Jesú. Sælir eru fátækir af því að... Jesús, Já, hvað viltu, María móðir mín? við verðum að flýja. Flýja, af hverju? Terminatorinn er kominn. Hasta la vista, baby. Ég er komin til að stöðva þig, Jesú. Nú, stöðva fagnaðarerindi. Já. Flýjum undan honum. Þurfum ekki að flýja, María. Mannssonurinn elskar alla menn. Og þetta er ekki maður, heldur vélmenni. Ó, þá skulum við drífa okkur. Þið komist ekki langt. Jesús, hvað eigum við að gera? Hann er að ná í okkur. Heyrðu, við skulum stytta okkur leið hérna yfir Genesíarvatn. Hey, við hlaupum á vatninu, Jesú. Já, ég veit. Þetta er trikk sem ég nota stundum til að stytta með leið. Jæja, krakkar, hér líkur sögun það hvernig Jesú stakk Terminator af. Fannst ykkur hann ekki duglegur og úræðagóður? Fylgist með næsta sunnudagaskóla Tvíhöfða. Það er komið að framhaldsleikritinu Hljómsveitin Kleópatra. Hressir krakkar, Sveitabörn og frægð. Við erum stödd fyrir utan elliheimilið í Keflavík. Rebekka og Kalli renna í hlaðið. Jæja, þá erum við komin. Ó, hvað svona langur akstur tekur á. Ég veit það, Kalli, en nú verðum við að drífa okkur. Þeir geti loka ellimilin á hverri stundu. Ó, fyrirgeðu. Já, drífum okkur. Látum þetta ekki gerast. Hjúkk, við erum komin inn. Sælir krakkar, ég er Bjarni Hásteinsson yfirlæknir. Afsakið að það eru tár í augum mínum. Hvað gerðist? Nei, ég var bara að rifja upp svo margar minningar sem ég á þennan stað. Sárar minningar, ljúar minningar. Ég var ungur drengur þegar ég kom hingað fyrst. Ég hafði mist foreldra mína í hryllilegu bílslysi, en það sem verra var, ég hafði líka mist minnið, sem þó var blessun á vissan hátt, því að það varnaði mér frá því að komast í snertingu við sársaukann sem hugsanlega hefði orðið of mikið fyrir mig á þeim tíma þegar að skammt var liðið frá slysinu. Gamla fólkið tók mig að sér. Þau ólu mig upp sem sinn eigin son og hjá þeim lærði ég venjur gamalmenna og forna siði. Ég lærði að drekka misu og lesa mokkan og njóta þess að lesa minningagreinar. Það var að þessu gamla fólki sem ég lærði að meta Gísla Martein og hafa gaman á honum. Að ógleymdri Spaugstofunni. Mér finnst þeir óborganlegir. Sérstaklega Pálmi. Svo er Randver líka góður. Minnstu ekki á hann. Hvernig læt ég? Hér stend ég og tala. Hver er þú? Ég er Kalli, kærasti Rebekku. Blessaður. Þú ert yndislegu strákur, Kalli. En hvað er í gangi? Á að fara að loka þessu elliheimili. Það er einhver hljómsveit sem er búin að kaupa húsið og ætlar að breyta því í æfingahúsnæði fyrir hljómsveitur úr Sandgerði og Grindavík. Heitir hljómsveitin nokkuð Verðirnir? Já, einmitt. Þeir heita það. Verðirnir. Hann kom hérna áðan, söngvarinn. Drullið ykkur út, gamla bakk. Þú getur ekki gert þetta. Ó, ekki þannig. Verðirnir eru búin að eiga vinsælasta lagið á FM í 2